Góðan dag, býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 243 haldinn á bæjarskrifstofu Sveitarfélagsins Voga miðvikudaginn 25. mars klukkan 17:30 og segi fundinn settan. Býð gesti nær og fjær velkomin á fundinn, en fundinn sitja í bæjarstjórn eru eftirfarandi. Það Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir. Ásta Friðriksdóttir ritar einnig fundagerð. Á dagskrá í dag eru 6 mál og við vindum okkur í það. Fyrsta mál á dagskrá, kosning í nefndir og ráð. Lögð fram tillaga að breytingu á skipan í kjörstjórn. Jón Ingi Baldvinsson hefur óskað lausna frá störfum í kjörstjórn af persónulegum ástæðum. Lagt til að Svanborg Svansdóttir verði tilnefnd sem aðalmaður í kjörstjórn í hans stað og að Erna Margrét Gunnlaugsdóttir verði varamaður. Orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að ég legg þetta til samþykktar. Þeir sem samþykkja þessa breytingu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða og mér langar við tilefnið að fyrir hönd bæjarstjórnar að þakka Jóni Inga fyrir langt og farsælt starf í kjörstjórn Sveitarfélagsins og óska honum velfarnaðar alla framtíð. Þá förum við í mál númer 2. Það neyðarstjórn, erindisbréf. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá fundar 446 í bæjarráði frá 18.3. síðastliðinn. Lögð fram drög að uppfærðu erindisbréfi neyðarstjórnar Sveitarfélagsins. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir samhljóða framlögð drög erindisbréfs neyðarstjórnar Sveitarfélagsins og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Og það kveður sér ekki hljós, þannig að ég legg neyðarstjórn erindisbréf til samþykktar. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá förum við í 3. mál á dagskrá. Það brunavarnaráætlun Brunavarna Suðurnesja 2026 til 2030. Tekið fyrir 5. mál af dagskrá funda bæjarráðs númer 445 frá 4. mars síðastliðinn. Lögði fram brunavarnaráætlun Brunavarna Suðurnesja frá 2026 til 2030 og afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykki framlagða brunavarnaráætlun Brunavarna Suðurnesja og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Það kveður sér engin hljós, þannig að ég legg brunavarnaráætlun 2026 til 2030 fyrir Brunavarni Suðurnesja til samþykktar í bæjarstjórn. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru komin í aðrar fundagerðir og ég ætla að lesa þær hér upp, hverjar eru lagðar fram og svo orðið laust allar fundagerðirnar. Það þá 4. liður bæjarráð Sveitarfélagsins Voga númer 446, svo erum við bæjarráðsfundagerð númer 445 og svo erum við með skipulagsnefnd Sveitarfélagsins númer 78. Orðið laust. Björn, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar til að kveða mér aðeins hljóðsett undir fundagerð bæjarráðs númer 446 og þar undir máli númer 5 sem endurskoðun samþykkta stjórn Sveitarfélagsins Voga. En svona undanförnu hefur bæjarráð haft til umfjöllunar breytingar og samþykktum Sveitarfélagsins og á þennan síðasta fund bæjarráðs mætti Guðjón Bragason frá GB ráðgjöf en hann hefur verið okkur til ráðgjafar í þessu verkefni. Við höfum svo sem ákveðið að fara ekki í umfangsmikla breytingar á samþykktum að sinni þar sem breytingar í sveitarstjórnarlögum liggja fyrir og eru í umfjöllun en einbeitt okkur að praktískum breytingum á samþykktunum og hefur verið til umræðu að breyta nefndafyrirkomulagi.
en sú breyting á samt fleiri breytingum verða ræddar af vinnufundi bæjarstjórnar sem verður miðjan apríl. En svona, mér langar svona mínum dómi, þá held ég að slíka breytingar sem við höfum verið að ræða varðandi nefndaskipan verða bæði stjórnsýslu bæjarráði og bæjarstjórn til mikils hægðarauka og skilvirkni hérna í stjórnsýslunni. Mér langaði svona bara aðeins að leggja áherslu á þetta og þetta hefur náttúrulega eftir að ræða á komandi fundi. Takk fyrir það, Björn. Kristinn, þú varst búin að biðja um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri gestir. Mér langar að fara aðeins inn í mál í 40. fundagerð 445, mál 6, sem sagt ráðningu verkefnastjóra í þjónustumiðstöð. Það fá mig leyfi forseta að lesa hérna upp. Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssvið hefur auglýst stöðu verkefnastjóra til umsóknar. Finnst mér áherslur auglýsingarnar og menntunarkröfur ekki lýsa alveg því sem á þarf að halda. Það er talað mann sem tekur þátt í daglegri vinnu þjónustumiðstöðvar og þá spyr maður sig, það er farið fram á iðnmenntun sem fellur að sviði. Hvaða iðnmenntun er það? Er það pípari, rafvirki, vélvirki, húsasmíður að bifvélavirki? Ég get ekki svari hvaða iðnmenntun fellur best að þessu sviði, en ef við tökum sem dæmi þá myndi ég sennilega vera vélvirki eða vélfræðingur samanber véla, bíla, dælur og tæki. Fyrst og fremst finnst mér að viðkomandi ætti að hafa vinnuvélaréttindi og meira próf með leyfi til þess fólksflutninga. Það má ekki gleyma því að við erum með skólaakstur á ströndinni og það krefst réttinda eins og unnið allan ársins hring á vinnuvélum og finnst mér ef vanda á til vers að þetta eigi að vera kröfur ekki kostur. Þar sem þessi aðili þarf að sinna þessum störfum með öðru. Ekki má gleyma því heldur að við erum með mann sem er búin að sinna þessari stöði nokkur ár sem bæjarverkstjóri og ekki haft mikið stuðning í því en gert sitt besta og tekst sér langt til að sinna þessa kostgefni. Þess vegna finnst mér alveg fráleitt þegar við réðum enn einn aðilan á sviðið, sem sagt umhverfis- og skipulagssvið, til að auka skilvirkni og utanumhald sem væri þá þessi stuðningu við yfirmann þjónustumiðstöðvar að hann þurfi þá að ráða annan mann sem fer í verkið. Þetta verður eflaust við þess að viðkomandi aðilar í þjónustumiðstöð hverfi til annarra vinnu og við missum dýrmæta þekking og reynslu frá okkur og kostnaðarauki sem felst í nýjum starfsmönnum að senda þá vinnuvélaréttarnámskeið, meira próf og svo framvegis eru mikill og tala nú ekki verklega þjálfun. Það koma sjálfsagt einhverju til með að segja að ég sé ekki hlutlaus málið en því fer fjarri í mínum huga felst þetta í því að sýna almenna skynsemi og halda í þá reynslu sem við höfum og bakkana frekar upp. Við þurfum ekki alltaf að leita út úr í bóksi þegar lausninni er þegar hjá okkur. Við þurfum fleiri hendur til að sinna verkum, ekki fleiri stjórnendur. Við erum nýbúin að ráða í þá stöðu. Og með leyfi forseta þá ætla ég að bera fram tillögu. Er það tillaga ellistans að þessi auglýsing verði tekin niður og því frestað að ráða í þessa stöðu, freka verði unnið að því að nota þá reynslu miklu menn sem við erum með og sjá hvernig gengur með innleiðingu verkbeiðankerfis og ráða freka starfsmann í þjónustumiðstöð til almennra verka og passa hans sem þau réttindi sem áþarf að halda til að sinna vinnu sinni. Það er að segja vinnuvélaréttindi og meira flótti fólksflutninga. Ef það gengur ekki eftir, þá má athuga eftir árið að svo hvort þurfa að greina þetta betur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristinn. Orðið laust, Guðrún, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það komu hérna fram nokkrar spurningar sem að mér er ljúft og skylt að svara og fara aðeins yfir ferli þessa máls, en sem sagt þannig stendur til að á 443. fundi bæjarráðs þann 4. febrúar kynnti sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs tillögur að skipulagsbreyting með þjónustumiðstöð og þær gengu út á það að það er starfsmaður sem er að hætta störfum og gengu þá út á það að þar kæmi inn verkefnastjóri sem að væri þá jafnframt stjórnandi í þeirri stofnun. Þetta var kynnt ítarlega á þeim fundi, 443. fundi og svo aftur með ítarlegri greinagerð núna á 440.
7. fundi eða 5. fundi, nú er ég aðeins farin að missa þráðin, en á fundi 440 og 5. fundi þann 4. mars síðastliðin. Þá voru lagðar fram ítarlegri gögn til að svara spurningum sem kom upp í bæjarráði, en ég get svaraði til að varðandi kröfur iðnmenntun, að þá er gert ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður hafi að iðnmenntun geti nýst í einhverjum af þeim störfum sem eru í þjónustumiðstöð, þannig að það er ekki þröngt skilgreint þar, en að öðru leyti kemur fram í starfsauglýsingu þær kröfur sem þar eru fram settar, og vill líka vekja athygli á samþykktum sveitarfélagsins varðandi ráðningu í önnur störf en bæjarstjóra og sviðstjóra, sem að bæjarstjórn kemur að, en að ráðningu í önnur störf eru á borði framkvæmdastjóra sveitarfélagsins eða bæjarstjóra í þessu tilviki. En þetta hefur verið kynnt gaumgæfilega og ítarlega unnið, og markmið með þessum breytingum er að skerpa á skipulagi. Verkefnin eru orðin umfangsmeiri, bæði skrifstofu umhverfis og skipulagssviðs sem og í þjónustumiðstöð, og mikilvægt að auka þar í verkefnastjórn sem og bara forgangsröðun verkefna með það að markmiði að bæta þjónustu fyrst og síðast. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðrún. Kristín, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, á 40. fundi 443, ég sat ekki þann fund en ég fekk fundagögnin og ég baði útskýringu á kostnaði upp á 60 milljónir í þjónustumiðstöð til þess að greina þetta sem verið var að tala á fundi 445, þá var svo tala komin í 300 milljónir og fekk ekki nánari greiningu á því nema bara viðurkennd mistök, og þar sagði sviðstjóri að það myndi sparast 30 milljónir, 10% væri mjög gott, en þetta var ekki rétt. Og í sambandi við ráðningar þá stendur skýrt í sveitarstjórnarlögum þó að þetta fari undir, ef við sjáum eitthvað sé ekki eins og að vera, þá verður það gripin, og það er í sveitarstjórnarlögum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kristín. Orðið er ennþá laust. Guðrún, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, markmið með þessum breytingum er fyrst og síðast að auka þjónustu og skilvirkni, og í þessu máli er ekki verið að fjölga stöðugildum, það er verið að nýta samþykkt stöðugildi og það er ekki óska eftir kostnaðar auka. Aðrar upplýsingar sem að bæjarfulltrúi hefur óskað eftir verða teknar saman, en markmið breytingana er að bæta þjónustu og skilvirkni. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið er ennþá laust. Ef ekki fleiri ætla að kveða sér hljóðs, þá ætlar forseti að fara fram á stutt fundarhlé til þess að ræða tillögu minnihlutans, og við munum taka stutt fundarhlé núna og koma svo aftur.
segja þér hvorum þess. Þá býð ég ykkur velkomin aftur eftir þetta fundar Mér langar að biðja bæjarfulltrúann Kristin, er bókunin tillagan komin til ritara? Nei. Geturðu sent hann til ritara svo ég geti lesið hann upp í heildrænt og þannig að fólk heyri bara nákvæmlega hvernig tillagan er? Já, ég lesa hann ekki upp sjálfur það. Nei, bara svo ég geti fundastjóri hér, lesið upp tillöguna svo ég geti lagt hana fram til atkvæðagreiðslu. Já, tillöguna. Já, tillöguna. Já, ég ætla að tala bókun. Ef þú bara myndir senda annarkvort á mig eða bara á, af því þetta þarf líka þá að fara inn í fundagerðina og þá get ég bara að lesa hann upp og það er allt, og hérna tökum bara tíma í það. Allt í góðu. Til Ástu. Og þín. Takk að þér. Þá ætla ég að fá að lesa upp tillöguna frá Kristni. Hún er hérna. Hefst á lesturinn. Er það tillaga mín að þessi auglýsing verði tekin niður og því frestað að ráða í þessa stöðu frekar verði unnið að því að nota þá reynslubolta sem við erum með og sjá hvernig gengur með innleiðingu á verkbeðna kerfi eða innleiðingu verkbeðna kerfis fyrir ekki. Ráða frekar starfsmann í þjónustumiðstöð til almennra verka og passa hann sé með þau réttindi sem á þarf að halda til að sinna vinnu sinni, það er að segja vinnuvéla réttindi og meira próf til fólksflutninga. Ef það gengur ekki eftir, þá má athuga eftir ár eða svo hvort þurfi að greina þetta betur. Og þá er ég búinn að lesa hana upp. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs tillöguna? Ef ekki, þá leggjum við þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja hana gefið merki. Þeir sem eru á móti gefið merki. Tillagan er felld með 6 atkvæðum gegn 1. Orðið er ennþá laust. Kristín, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það fá að koma með bókun við þetta mál. Og bókunin hljóða svo: L-listinn harmar að ekki skuli vanda betur til auglýsingar eftir verkefnastjóra þjónusmiðstöðar. Þarna vantar kröfu sem ætti að vera sjálfsagða fyrir starfsmann sem á að geta unnið á vélum og sinna skólaakstri en til þess þarf tilskildir réttindi. Við óttumst líka með þessari ákvörðun að ráða í stöðu sem annar starfsmaður hefur í raun gengt í nokkur ár geti verið hætt á að missa góða starfsmenn sem sjá fram á að þeirra starfskraftar eru ekki metni sem skildi kemur að stöðuhækkunum innan sveitarfélagsins. Takk fyrir.
Má ég byrja að senda þetta einni á ritara? Takk. Hörðu, já, þá liggur bókunin fyrir og orðið laust hana. Ok. Þá ætlum ég að fá að leggja til bókun frá meirihluta bæjarstjórnar sem er svohljóðandi. Sveitafélagið auglýsir að jafnaði laus störf samanber ákvæði kjarasamninga og ræður þann einstakling sem uppfyllir best hæfnisviðmið sem settur fram í auglýsingu starfið. Ítarleg vinna hefur verið lögð í þarfagreiningu vegna nýs starfsverkefnastjóra þjónustumiðstöðvar og endurspeglast í þeim færni þáttum sem settur fram í auglýsingum starfið. Bæjaráð hefur verið vel upplýst fyrirhugaðar skipulagsbreytingar í þjónustumiðstöð að sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs. Eins og fram kemur í samþykktum sveitafélagsins þá ræður bæjarstjórn í æðstu stjórnunarstöður hjá sveitafélaginu. En stjórnendur ráða sitt starfsfólk. Mikilvægt er að þessi mörk séu virt og að stjórnendur sé sýnt það traust að fara með starfsmannamál sinna sviða enda er ábyrgðin þeirra. Lestri lýkur og bókun er lögð fram. Ég sendi hana. Orðið laust. Gjörðu svo vel, Kristín. Ég vil ekki að taka mikið á þessum mikrofón. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri gestir. Sveitafélagi Vogar og við þessir listar sem erum bæði meirihluti og minnihluti, við höfum ætíð sagt að við vöndum til ráðningar hérna innan sveitafélagsins, en þess má geta að greiningavinna á starfinu, greiningavinna starfsmanna þjónustumiðstöðvar, henni var ekki lokið áður en auglýsingi fór í loftið. Henni var lokið í síðustu viku og ef að satt skal fara með þá held ég henni sé ennþá ekki alveg lokið. Ég held að séu bara dröga henni er ekki lokið, en það er búið að auglýsa stöðuna. Ég kalla það ekki að vanda til verks við ráðningar innan sveitafélagsins. Ég senda þér. Ok. Takk fyrir þetta, Kristín. Orðið laust. Guðrún, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt að það er verið að vinna að starfslýsingum einstakra starfsmanna og er það partur af þessum skipulagsbreytingum sem felur það í sig bara að skerpa ábyrgð og skildum einstakra starfsmanna. En í heildina er ekkert sem er að breytast hvað varðar verkefnastjóra og þjónustumiðstöðvar, að það starf hérna stendur og það hefur verið skipulagt, en á hinn bóginn er það rétt að það er verið að vinna að útfærslu starfslýsinga annara starfsmanna og ekkert athugavert við það. Takk fyrir það, Guðrún. Við erum búin að taka fyrir tillögu bókanir undir þessu máli. Orðið er vissulega laust það, en það er líka opið fyrir umræður önnur mál í þessu fundagerðin. Eitthvað sér kveða sér orð. Andri, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langaði bara aðeins að fá að tala mál 1 í fundagerð skipulagsnefndar. Þar komu starfsmenn HES og hitt okkur og við vorum að ræða umhirðumál innan sveitafélagsins og mér langar að bara segja seinustu setninguna aftur, nefndin hvetur íbúa að halda umhverfið sínu snyrtilegu og mér langar bara að endurtaka þetta og hvetja alla íbúa til þess að vera með okkur bara í liði í að gera umhverfið okkar fallegra og hafa margt rætt það sem okkur þykir ekki nógu snyrtilegt og fallegt innan sveitafélagsins. Og þetta á líka við fyrirtæki, ekki bara íbúa, heldur fyrirtæki líka, og ég vona að allir sjáu sig bara fært að gera eitthvað í málinu og
þið veitir hverju eru sem hérna hann getur gert betur, hann er bara hvet ykkur að gera það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Ég held að við getum öll tekið eitthvað til okkar í umhverfismálum og það er ágætis áminning að við hlúum að því, sérstaklega það fer að vora vonandi fljótlega frá þessu vetri. Það er ennþá opið, mælendaskráin er opin fyrir aðra fundagerðir. Nú ef ekki er frekari umræður aðra fundagerðir þá eru það lagðar fram og ég ætla þá að slíta fundi klukkan 18:12.